Sérfræðingur Merrill Lynch segir fjármálamarkaði túlka aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda í efnahagsmálum þannig að þau vilji helst keyra íslensku bankana í þrot og taka þá svo í sína eigu. Sérfræðingar fjárfestingabankans Merrill Lynch segir hátt skuldatryggingarálag íslensku bankana sína vantrú markaðarins á að þeir geti greitt skuldir sínar. Með aðgerðaleysi sínu sendi stjórnvöld út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo í sína eigu. Skuldatryggingarálag endurspeglar kostnað fjárfesta við að tryggja sig gegn greiðslufalli skuldabréfs og leggst það ofan á grunnvexti. Eins og fram hefur komið í fréttum hefur skuldatryggingarálag stóru bankana þriggja hækkað mjög mikið undanfarna vikur og hefur ekki verið hærra síðan í mars. Sérfræðingur fjárfestingabankans Merrill Lynch segir þetta sýna vantrú markaðarins á íslensku bönkunum. The market has a kind of rule of thumb about CDS levels and It's this really, and quite simply, that when CDS reach the levels that they have now for at least two of the Icelandic banks, Glitnir and Kaupthing, which is plus 1,000, it usually means that the market's expecting severe distress and or default. In other words, for the banks not to start paying back their external debt. And, we need to sort of think about whether or not the market's right in expecting the banks not to pay back their debt. Þrátt fyrir að eigin fjárstaða íslensku bankana sé góð, telur Tómas hættu á að við núverandi aðstæður geti til lent í þeirri stöðu að fá ekki greitt upp í sínar skuldir sem getur reynst mjög erfitt sökum mikillar skuldsetningar. Þetta segir að skýra hátt skuldatryggingarálag mun betur en kenningar Financial Times spákaupmennsku. Everybody wants to sell Icelandic bank bonds, nobody wants to buy, and everybody wants to buy protection and nobody wants to sell it. So, it really is, I think, as simple as that. Þá segir Tómas, íslensk stjórnvöld senda út afar sérkennileg skilaboð til markaðarins með því að grípa ekki til sinna ráða. What is the Central Bank of Iceland doing? What are the Prime Minister doing? Nobody in the market really understands what they're doing. The fact that they haven't done anything to help the banks rather suggests that we might even be moving into a policy-driven default situation and nationalisation of the bank. We're just not sure whether that's the message that the politicians want to send and the central banks want to send. That's why the CDS is so elevated. The market thinks, is this the message that's been sent by Iceland, that actually we don't want to support our banks, actually we're happy to let them default because investors could maybe only get 50 cents in the dollar back. This is the message I think that needs to be clarified. Ummæli sérfræðings Merrill Lynch meint aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda í efnahagsmálum eru marklaus, segir starfandi forsætisráðherra. Samsæriskenningar að stjórnvöld reyni að keyra bankana í þrot til að leysa þá til sín dæmi sig sjálf. Starfandi forsætisráðherra segir ummæli sérfræðings Merrill Lynch frá því í gær makalaus. Sérfræðingurinn hélt því fram að með aðgerðaleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það að augnamiði að taka þá svo aftur í sína eigu. Í fréttum okkar í gærkvöld gerði Richard Thomas, sérfræðingur hjá greiningardeild fjárfestingabankans Merrill Lynch, hátt skuldatryggingarálag íslensku bankana að umtalsefni sínu. Skuldatryggingarálag Glitnis og Kaupþings nú yfir 1000 stig en álag Landsbankans töluvert lægra. Hátt álag gæfi til kynna að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Thomas sagði íslensk stjórnvöld hafa nú með aðgerðaleysi sínu sent út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo til sín aftur. Starfandi forsætisráðherra vísar þessum ummælum alfarið á bug. Ég eiginlega alveg undraðið. Mér finnst þetta makalaus umræðli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast og ég spyr líka sem menntamálaráðherra þar að þessi maður ekki á endurmenntun að halda. Það vita allir að ástandið erfitt. Við erum að fást við ákveðin erfiðleika í efnahagsmálum, það vita það allir. En að það sem hann segir meðal annars að ríkisvaldið og Seðlabanki sé að knýja bankana í þrot, það er af og frá. Þetta er mjög alvarleg ummæli frá fulltrúa þessa fyrirtækis. Það sem hins vegar alveg ljóst að það er verið að vinna því að það á ekki bara þessi erlendu lán, það er verið að vinna að gerð fjárlaga sem eiga að endurspegla náttúrulega ákveðna ábyrgð sem að fylgur í það í sér að við munum halda hér áfram hjólum atvinnulífsins gangandi og síðan náttúrulega það sem að skiptir máli að við sjáum vonandi fram á að Seðlabanki fari nú að lækka vexti því það fyrirtækin eiga mjög erfitt með að reka sig með þessu háa vaxtaálagi sem hér í landinu. Hún segir skuldatryggingarálag bankana ekki endurspegla stöðu þeirra. Okkar bankar standa ekki verr heldur en allir aðrir bankar í hinum alþjóðlega heimi þannig að það sé sagt skýrt og klárt.
Íslensk stjórnvöld vinni nú hörðum höndum að því að auka gjaldeyrisforða Seðlabankans með erlendri lántöku. Eins sé unnið að öðrum verkefnum til að styrkja stoðir íslensks efnahagslífs. Eins og til dæmis að við þurfum að fara af kraft í það að fara í framkvæmdir vegna Helguvíkur og Bakka.